Góðan daginn og velkomin á þennan opna kynningafund vegna stjórnunar og verndaráætlunar fyrir Goðafoss. Við erum hérna stödd nokkur af samstarfshópnum, fulltrúum sem unnu þessa verndaráætlun, en hún var unnin bæði af fulltrúum umhverfisstofnunar, fulltrúa frá sveitarfélaginu, Þingeyjarsveit og landeigendum. Ég ætla aðeins að fara yfir á þessum stutta kynningafundi hvað felst í gerð stjórnunar og verndaráætluna, fara aðeins yfir kaflann sem kallast sérreglur og er hluti af áætluninni og eins þá aðgerðaáætlun sem er fylgiskjal við verndaráætluna. Síðan ætla ég að fara yfir það hvernig maður fer inn á þessi skjöl og hvernig er hægt að gera athugasemd, svo það sé alveg skýrt. Og svo verður smá rými fyrir spurningar í lokin. En hvað er stjórnunar og verndaráætlun? Samkvæmt náttúruverndarlögum þá er eitt af hlutverkum Umhverfisstofnunar að hafa umsjón með gerð stjórnunar og verndaráætlana fyrir friðlýst svæði. Og þessar áætlanir þær móta framtíðarsýn svæðisins, þær gilda í 10 ár, þannig þá er horft til þá 10 ára fram í tíman og hvernig við viljum sjá þessi svæði. Í áætlununum þar er lögð fram stefna verndun svæðanna og hvernig viðhalda skuli verndargildi þeirra. Og í þeim er þá sett markmið og þar er bent á leiðir til að ná þessum markmiðum. Og ein af þeim leiðum er þá að skrá, skipuleggja og forgangsraða þeim aðgerðum sem brýnt er að fara í til að þessi markmið náist. Þessum áætlunum er vanlega skipt upp í 4 kafla. Þar sem fyrsti kaflinn fjallar inngangskafli og fjallar þá lagalegu hliðarnar og svona staðreyndirnar svæðin, hvaða friðlýsingarflokki þau eru í og svo framvegis. Annar kaflinn er lýsing á svæðinu eins og það er í dag. Þriði kaflinn er markmið, stefnu og leiðir. Þar setjum við svona fram stefnurnar og rökstuðum þá með stefnumálum þá hvaða aðgerðir við viljum fara í sem tengjast því sem við viljum ná fram. Og síðan er 4. kaflinn svokallaður sérreglukafli þar sem okkur er heimilt að setja sérreglur svæðin umfram þá friðlýsingarskilmála. Samkvæmt náttúruverndarlögum þá á að fjalla meðal annars í verndaráætlun, landnýtingu á svæðinu, landvörslu, vöktun, uppbyggingu, fræðslu og miðlun upplýsinga, hvernig aðgengi ferðamanna er háttað og eins og ég nefndi áðan með sérreglur þá er heimilt að setja þessar sérreglur umferð manna á dvöl í áætlunina. Og við munum koma með dæmi þá sérreglur sem við settum varðandi Goðafoss. Hér er þá sérreglan sem við bættum við fyrir Goðafoss sem að samstarfshópnum fannst mikilvægt að myndi einnig gilda fyrir svæðið umfram þá friðlýsingarskilmála sem hægt er að finna á heimasíðu Umhverfisstofnunar. En þessi sérregla er þess eðlis að það er skylt að afla leyfi Umhverfisstofnunar og landeigenda vegna skipulagðra viðburða og verkefna sem kalla á aðstöðu, mannafla eða meðferð tækja innan verndarsvæðisins. Og þetta getur þá verið til dæmis kvikmyndagerð sem krefst þá mikils mannafla eða tækja, list viðburða, samkomuhalds, eitthvað þess líks. Og þegar veitt er leyfi fyrir þessu þá er stofnuninni heimilt að setja þá skilyrði. Og þetta er þá eina sérreglan sem gildir fyrir Goðafoss, fyrir utan þá auðvitað skilmála, friðlýsingarskilmála, en þeir eru auðvitað talsvert nýir enda var Goðafoss friðlýstur í fyrra. Síðan fylgir aðgerðaáætlun sem er svokölluð svona hlaupandi aðgerðaáætlun til 3 ára en hún er hlaupandi af því að á hverju ári er hún uppfærð og það er til dæmis árlega gert ástandsmat. Þetta er svona dæmi úr aðgerðaáætluninni, ég mun svo sýna ykkur hana líka á heimasíðunni okkar á eftir. En það er til dæmis ástandsmat, árlega verði göngulegir ástandsskoðaðar, unnið uppbreytinga framandi ágengum tegundum, svo er stefnt að í 2021, jafnvel þá 2022 ef það næst ekki fyrir áramót, að kort af svæðinu verði uppfært. Síðan er stefnt að því að setja upp gerði, nýja reiðleið, stæði fyrir reiðhjól og fleira. En hvar á þá að finna skjölin og skoða til að geta gert athugasemd? Nú ætla ég aðeins að þá hætta að deila þessu PowerPointi og opna heimasíðun okkar
Já. Deili í aftur skjánum. Hér sem sagt heimasíða Umhverfisstofnunar og þá fer maður hérna í náttúra og finnur þar stjórnunar- og verndaráætlanir. Og hér hægt að finna þá þær áætlanir sem eru kynningarferli eins og Goðafoss. Og hér þá Goðafoss. Þá fer maður hérna inn og þá hægt að finna sjálfa áætlunina. Kíkjum aðeins bara á hana. Og maður getur þá rennt í gegnum hana. Þá eins og ég sagði hérna inngangurinn, fyrsti kaflinn, svo lýsing á svæðinu, hvernig það í dag, markmið, stefnu og leiðir og síðan hérna sérstakar reglur umferð og dvöl. Svo erum við alltaf með svona leiðarljós líka fyrir hverja áætlun sem við svona fylgjum þá í okkar stefnu, horfum alltaf til leiðarljósins. Svona ef við skrollum bara svona rétt aðeins gegnum hana þá lítur þetta svona út, inngangur, þá fjallað hvernig samráð var haldið, eignarhald og umsjón, lagalegur og stjórnsýslulegur rammi, ýmislegt svona sem á við þetta svæði. Svo erum við komin í annan kafla með lýsing á svæðinu. Þar til dæmis fjallað mörk svæðisins, tengslið áhrifasvæði, hvernig komið að svæðinu, náttúruminjar og menningarminjar og fleira. Síðan þegar við komum hérna í þriðja kafla þá eins og ég nefndi áðan það fjallað þá stefnuna og markmiðin og þá þá fjallað í hverjum kafla og þá aðgerðir sem eiga þá við ef að þörf á. Hérna þá til dæmis ástandsmat unnið árlega og þá koma allar aðgerðirnar sem við tökum síðan saman í þessa aðgerðaáætlun sem þá sérplagg en þær koma samt allar fram líka í stefnukaflunum og eiga þá við eins og ég segi ólíka þætti. Þá ætlum ég bara að opna þá hérna aðgerðaáætlunina og gefa Örnu aðeins orðið, leyfa henni aðeins að segja ykkur frá henni. Já, aðgerðaáætlun fyrir svona svæði eins og Goðafoss, aðgerðaáætlanirnar eru mjög misjafnar en þegar við tökum við svæði eins og Goðafossi sem nú þegar bara mjög nýlega uppbyggður með öllum innviðum og mjög vel uppbyggður, þá áætlunin snýr kannski þá að öðru heldur en því að koma upp nýjum göngustígum eða nýjum bílastæðum. Það sem fyrir Goðafoss árlega á planinu þetta sem svipað á öðrum friðlýstum svæðum. Það bara fylgst með ástandi innviða og ástandi á náttúrunni, hvort að það náttúrunnar undir álagi eða innviðir undir álagi eða hvort það þurfa að halda við eða gera einhver úrbætur. Það skoðað ástand svæðisins með sérstöku verkfæri sem gert á öllum áfangastöðum ferðamanna sem eru friðlýst svæði. Og það það hægt að gera til þess að bera saman ár frá ári til að sjá að það verður breyting á til þess að geta brugðist við og bætt úr. Svo verði árlega unnið að upprætingu framandi tegundum og landverði skulu vakta mannvirkin og svæðin. Og Goðafoss sinnt, það landvörsla við Goðafoss allt árið, ekki alla daga utan háannatímans en mjög regluleg landvörsla. Þannig að það fylgst með svæðinu. En svo á planinu að uppfæra kortið af svæðinu með öllum helstu upplýsingum göngu og reiðleiðir og það frestast líklega fram að næsta ára þegar það ekki alveg búið að ganga frá því hvernig reiðleiðin verður þarna í gegn. Og svo það bara svona hefðbundið að loka villustígum og bæta þessi aðstöðu fyrir hestamenn sem skerptist aðeins við uppbygginguna. Þannig að það verður búið til eins og Þórdís sagði gerði á Vesturbakkanum og reiðleiðin verði skilgreind þarna í gegn. Og svo verður komið upp vonandi betri aðstöðu fyrir hjólandi gesti með því að koma upp stæði fyrir reiðhjól og mögulega einhverjum afmörkuðum svæðum fyrir þau. Og svo öryggisáætlunin verði staðfærð fyrir Goðafoss. Og svo bara þetta áætlun sem alltaf í endurskoðun og það getur komið eitthvað nýtt upp og þá því bara bætt við. Þannig að þetta lifandi áætlun. Takk fyrir. Já, þá ætlum ég aðeins að fara tilbaka og sýna ykkur hvar hægt síðan að fá upplýsingar hvernig áætlunin var unnin. Þá hægt að fara hérna í vinnslu áætlunarinnar og hér þetta að finna alla fundagerðir samstarfshóps. Þær eru hér og hægt þá að ef fólk eru áhuga að sjá hvað var rætt og hvað ákvarðanir voru teknar
hverju fundi og síðan sem sagt eitt af því sem Umhverfisstofnun leggur mikla áherslu á samráð við hagsmunaaðila og varðandi Goðafoss þá var tekin svo ákvörðun að halda sérstakan fund með fulltrúum hestamanna þar sem þeir voru stóru hagsmunaaðilar á þessu svæði þar sem eins og Arnar sagði skertist þarna aðkoma þeirra eða aðgengi þeirra að svæðinu og það var bara flott vinna sem við fengum út af því og afurinn auðvitað að fara í þessar aðgerðir sem Arnar var að nefna rétt áðan. Og þannig að þá erum við bara komin að því hvernig á að þá gera athugasemd þegar maður er búin að skoða verndaráætlunina eða aðgerðaráætlunina og ef fólk vill koma með eitthvað ábendingar þá sem sagt þeim maður í sendi athugasemd og það er rauninni bara tengið strax við þá Ísland.is þar sem annarkvort er hægt að nota rafrænt skilríki eða íslykilinn og þannig setjum maður þá inn athugasemd og fær þá strax í rauninni svar við athugasemdinni sinni þegar við svörum þá bara kemur það melding inn á Ísland.is hjá viðkomandi. Og það er mjög þægilegt. Þetta er nýtt hjá Umhverfisstofnun að hafa þetta svona og Goðafoss var fyrsta áætlunin sem var auglýst í gegnum svona gagnagátt eins og við köllum hana. Og það er skemmtilega við svona gagnagátt þá birtast líka athugasemdirnar alltaf strax bara inn á þannig að þetta er mjög opið ferli hjá okkur. Hægt að skoða þá þær athugasemdir sem hafa komið og já, við erum bara ótrúlega spennt að klára þetta kynningarferli fyrir Goðafoss sem að mun taka enda á mánudaginn miðnætti og hvetjum bara alla til að gera athugasemdir eða koma með ábendingar ef einhverjar eru. Og þá ætla ég bara svona að setja aftur upp glæruna sem gefur fólki möguleika á því að koma með einhverjar spurningar. Þannig eru einhverjar spurningar eða vilja Arna eða Dagbjört sem eru fulltrúar samstarfshópsins koma með eitthvað frekara innlegg inn í þennan kynningafund eða spurningar úr sal. Kannski bara aðeins bara takk fyrir þetta. Þetta var bara fín yfirferð og gott að fá svona leiðbeiningar hvernig maður getur líka aflað sér frekari upplýsinga. Þetta liggur allt svolítið skýrt fyrir, eða frekar skýrt fyrir. Ég er aðeins að velta fyrir mér sko bara svona næstu skrefum. Já, sem sagt núna er þegar athugasemdafresti lýkur á mánudaginn þá tekur Umhverfisstofnun saman allar athugasemdir sem hafa borist og gerir drög að greinargerð. Í kjölfar af því þá funda samstarfshópur greinargerðina og þær athugasemdir og tekur ákvörðun hvort að áætlunin þurfa að taka einhverjum stórfelldum breytingum eða eitthvað svoleiðis. Ef að það er engar frekari athugasemdir við greinargerð að þá er áætlunin tekin fyrir á afgreiðslufundi innan húss hjá Umhverfisstofnun og í kjölfarið vísað til ráðherra til undirritunar og þá tekur hún gildi og fer í svona þann farvega sem að þannig að hún tekur gildistöku. Já, bara tekur gildi og er þá komin í gagnið. Já, akkurat. Ljómandi fínt, kannski líka bara aðeins að bæta við af því við vorum að tala svona þessa aðgerðaráætlun og þetta svona utanumhald staðinn sem að náttúrulega er þessi kannski áætlun sem er svona í endurskoðun að þá er líka búið að veit ég að það er búið að sækja í framkvæmdasjóðinn til þess að klára þarna verkefni sem að kannski kemur ekki inn á þetta en ágætt að fólk viti. Og það er þá náttúrulega á vegum Umhverfisstofnunar og kemur svo bara í ljós hvað verður úthlutað úr sjóðnum en það var svona smotterí sem var eftir að ganga þarna frá og það er bara ánægjulegt að vita að Umhverfisstofnun er að vakta og fylgjast með þessu svæði og hugsa að klára þetta. Frábært, takk fyrir þessu upplýsingar. Já, ég er kannski með eina spurningu gönguleiðir og það er að austan. Þá er eins og er núna, myndi líklega flokkast sem villistígur. Það er leiðin þar sem maður kemst alveg niður að ánni og sem sagt getur og ég veit að sem sagt niður eiginlega að hylnum og ég veit að það svæði er mjög vinsælt hjá ljósmyndurum. Og norðurljósmyndir og þannig og ég var ekki alveg ljóst sem sagt hvort að það væri
opinber gönguleið eða hvort það væri einn af villustígunum sem að ætti að loka? Nei, ertu að tala um austan? Ég er að tala um að austan. Sko, þar er stigi niður, eða svona þrep. Já, og einmitt. þannig að þú getur farið þar niður. Og það eina sem er að við ætlum að setja upp svona fallhættumerkja því að það er náttúrulega ekki göngustígur þar fyrir neðan. Já. Til þess að hvetja fólk til þess að fara ekki of nálægt þarna undir stóru útsýnispallinum. En þetta er samt svona stígur sem við fylgjumst með á lokum þegar það eru vatnavextir og hálka. Hann er lokaður að veturna til dæmis við lokum honum bara öryggisástæðum. En hann er ekki villustígur ef við erum að tala um það sama. Það er tröppur þar niður. Það er gert ráð fyrir að fólk, það væri ákveðin hópur sem myndi vilja komast að þennan stað. Já, nefnilega, vegna þess að það var ekki minnst á þennan stíg í drögunum að stjórnunar og verndaráætlun. Já, takk fyrir. Ok, takk fyrir. Takk fyrir þessa ábendingu. Við bætum þessum stíg við. Það er flott að fá það. Heyrðu, þá bara enda með því að óska öllum góðra stunda og góðra helgar og hvet alla til að nýta helgina og lesa yfir verndaráætlun fyrir Goðafoss og koma með einhverjar góðar ábendingar til okkar. Þannig að takk fyrir fundinn. Takk sömuleiðis. Takk.